Ég ætla að reikna með ykkur núna 3 dæmi, 207, 208 og 209. Og byrjum á dæmi 207. A og B eru óháðir atburðir. Líkurnar á A gerist eru 0,2 og líkurnar á B gerist eru 0,6. Ég ætla nú bara að sýna ykkur fyrst hvernig svona pæling virkar. B og A gerist eða gerist ekki. Líkurnar á A gerist 0,2 og líkurnar á B gerist eru 0,6. Og þurfum bara að hafa í huga hérna að samanlagðar líkur á að eitthvað gerist eða gerist ekki er alltaf 1. Þannig að hérna ætti að vera 0,8 og hérna ætti að vera 0,4. 0,6, 0,4 er samanlagt 1, 0,2 og 0,8 er líka samanlagt 1. En við erum þá spurð hverju líkurnar á að A gerist en að B gerist ekki. Þannig að jafnt og líkurnar á að A gerist er 0,2 sinnum þá að B gerist ekki sem er 0,4. Og svona væri þetta reiknað. Við skulum fara í næsta, dæmi 208, þar erum við með spiladæmi. Og spil er dregið að handahófi úr spilastokki, 52 spil, og lagt til hliðar eftir að það hefur verið dregið úr stokknum. Síðan er annað spil dregið úr stokknum. Og spurt er, hver eru líkurnar á að fyrra spilið verði spaði og hið seinna verði hjarta? Þannig að nú skulum hafa í huga að þegar við byrjum á að draga þá eru 52 spil í stokknum. Og af þessum 52 spilum eru 13 spaðar. Þannig að við byrjum. Líkurnar á að byrja á að velja spaða eru 13 á móti 52. Svona. Sinnum síðan að seinna spilið verði hjarta. Það eru vissulega 13 hjörtu í stokknum en þið verðið að athuga að þið eru búin að draga eitt spil. Þannig að þegar þið ætlið að reyna að fá hjarta á seinna þá eru eingöngu eftir 51 spil í stokknum. Það er ágætis siður að skilgreina svona hvert val fyrir sig með svigum. Þetta er ekkert nauðsynlegt en útreikningunum verður mun skýrari þegar svona er gert. Svona. En þetta væri þá svarið ykkar. Við verðum þá í dæmi 209. Líkur á að viðskiptavinu Kringlunnar fari í maturbúðin er 0,3, að hann fari í fatabúð 0,10 og að hann setjist inn á kaffihús 0,05. Þessir atburðir tengjast ekki neitt á hver hátt. Hverju líkurnar á að hann geri allt þetta? Þannig að við ætlum að athuga að allt gerist. Við byrjum þá á að hann fari í maturbúðina 0,3 sinnum að hann fari í fatabúðina 0,10 sinnum að hann fari á kaffihús 0,05. Og líkurnar aðeins litlar en þær eru svona og þessum dæmum er þá lokið.